Ég heiti Marta, ég er 45 ára, ég vinn hjá Borgun, ég er þar í upplýsingatækni og búin að vera þar núna í bráðum 7 ár. Ég bý í Garðabæ og ég á 5 stelpur. Ég fer á fund af því að ég er í veikindaleyfi í vinnunni. Ég er bara í börnáti og ég raun og veru búin að vera heima í 2 mánuði. Áður en ég kom hingað þá var ég búin að fara í 8 sálfræðitíma sem og þeir voru örugglega ágætir og ég fekk verkefni en ég einhvern veginn ég stækkaði ekkert. Mér leið kannski betur en ég varð ekkert stærri ég. En svo því ég kem hingað og ég heiti Brynjar og fer að segja honum frá því og ég er bara með titrandi neðri vör yfir að vera að opna mig yfir að ég skuli vera í börnáti og mér finnst ég vera svo mikill lúser að vera í börnáti. Og hann horfir á mig svona smá stund og svo fer hann bara að hlæja og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera af því að ég hef aldrei fengið þessi viðbrögð af því að við því sem ég var að segja. Og svo sagði hann bara til hamingju, þetta er geggjað. Mér fannst það vera rosalega gott á mig á þeim tímapunkti af því að það var eitthvað sem ég þurfti svo virkilega á að halda að einhver svaraði mér allt öðruvísi heldur en allir aðrir hefðu svarað mér hingað til. Af því að ég hafi tekið einhvers konar dottið úr syngi að þá einhvern veginn fekk ég bara svona ást og umhyggju alls staðar. En hann bara hló að mér og það var svo gott á mig og það var svo mikið ég raun og veru bara svona vaknaði kona, láttu ekki svona, gerði eitthvað í þessu. Helsti ávinningurinn er að mér finnst ég vera með meiri yfirsýn yfir lífið mitt. Mér finnst ég geta tekið fyrir ákveðna hluti og betrumbætt mig og ekki fengið samviskubit yfir því þó ég sé ekki að betrumbæta mig á öllu í einu. Ég sé bara svona meðvitað að verða betri í þessum hluta. Ég byrja vinnuna á því að ég er bara að hugsa sjálfa mig. En það sem gerist með tímanum er að þetta smita frá sér bæði í uppeldið og í fjölskylduna og bara í raun og veru allt sem ég geri. Ég er bara mjög þakklát sjálfum mér að gefa mér tíma í að gera þessa vinnu fyrir mig. Mér finnst mikilvægt fyrir mig að vinna í sjálfu mér, verða betri manneskja á svo mörgum sviðum, gefa mér tíma til þess að því þetta gerist ekkert að sjálfum sér. Þú mætir ekki á einn fyrirlestur og þú kemur eitthvað betri manneskja út. Þú verður að vinna í því til þess að það gerist. Og það er bara nauðsynlegt að fjárfesta í sjálfum sér, gefa sér tíma fyrir sjálfan sig og fyrst og fremst að vinna í sjálfum sér. Það er ekkert, þú kaupir þetta ekkert með einhverjum miða. Key Habits er það sem ég var að leita en ég vissi það ekki strax. Ég þurfti svolítið að byrja og þurfti svolítið að þora af því það var rosalega erfitt að byrja að svona konfronta sjálfan sig.